Komið sæl og velkomin í hlaðfréttir. Það miðvikudagur. Við ætluðum ekki að vera rosa eitthvað með ESB og heilanum eða tala það, en það eru bara allir að tala þetta. Sama hvert í fer, hvort það hitta vinina í matabóð, í heimsóttum mamma og pappa eða hérna í vinnunni, þá allir eitthvað, hvað er að kjósa? Já, nei. Þjóðin klofin. Já. Smá. Já, þetta alltaf heitt, it's a hot potato. Já, og við ætlum að fá hérna Sigmund Davíð og Þorgeiri Katrínu. Þau eru sikkurum þættinum núna í spilaranum hjá okkur. Algjörlega, þannig annarkvæmt eru þeir núna búin að stilla á þáttur með Simma eða með Doggu. Hvet ykkur til að hlusta á báða. Þetta er líka bara vinaspjall, þetta eru vinir okkar. Við erum búin að gera margt með þessu fólki, þekkjum vel, þeim líður vel hjá okkur. En þau eru svona að reyna að sannfara okkur og ykkur þá annarkvæmt Já, og við ætlum að reyna að spyrja á mannamáli. Þú veist, ekki gera þetta flókið, sko. Nei, ég skal alveg viðurkenna það, ég dett svolítið út, sko, þegar svona tal byrjar. Já. Ríkisstjórnin verður að hafa tök á þessu og fara þannig út á Brussel þú er bara sjálfstæði trúðan og við erum ekki sjávarútvegurinn Einmitt, ok, en við segjum bara njótiði og takið afstöðu eftir þessi viðtal. Njótiði og fljótiði. Það er í skóninu sem við gáðum þér. Já, mér fannst við að þetta mætti þenni. Vá. Til að það heyri ekkert hvað ég er að spila, sko. Ég er svolítið fan af Dark Country. Sem ekki með headphone, hann heyrir þetta ekki, sko. Það skulle bara slökka á þessu. En bara aðeins. En tekur eftir því fannar, hann er í Nike-skónum, getur þú gert svona sem við gáfum honum. Þá var hann forsætisráðherra. Já. Þetta var árið 2013? Nei, 16? Nei, hvernig var þetta? 13 er þá ekki... Það hefði ekki gefið mig skona 2014. Settum ekki aðeins næri þessi við. Hvernig var þetta? Þú varst skammaður af einhverjum fjölmiðli eða eitthvað fyrir að vera í ógeðslega ljótum skóm eða eitthvað? Nei, hann var í einum skóm. Hann var í einum? Já, það var eftir það, einmitt. Akkur er einum skó sem við? Það er 2 skóm. Þú mátti ekki vera í einum skó. Erum við byrjar á þættinum? Já, þetta er byrjað. Ég ætla bara að stilla ljóðu. Nei. Ég er að fá mér ís. Þú vilt ekki ís? Jú, bara eftir þáttinn, takk. Ekki núna? Eitt pinna eða eitthvað svona? Þetta flækja hans mála að vera að borða meðan maður talar. Þú mátt þá við monster eða túli, þú bara ræður hvað þú gerir, sko. En af hverju varst í einum skó? Þú vorst með eitthvað bólnan löpp eða eitthvað? Nei, hvað var ekki? Já. Það sýkingu í fótinn eftir að ég... Elsku kall. Eftir ég rispaði mig á fæti. Stundum sagt að menn ekki vera hræddir við alls konar hluti að það getur verið hættulegt bara að fara fram úr rúminu. Og ég komst að því því að ég vaknaði mjög hress einn daginn. Já. Og ætlaði svona sísta dag, carpe diem, stökk á fætur og skrikaði fótur á mottu, gammalli mottu sem var við hliðina á rúminu. Rann og hruflaði mig og taldi þetta nú ekkert vera stórslis. En svo byrjar að koma einhver ígerð í þetta og síðan í allan fótinn og þá var ég kominn þarna til Stokkólms að fund með norrænu forsætisráðherranum og Barack Obama. Já. Þegar að það var ekki mannað að ræða en að biðja menn að lífvörðin minn hana. Sem er lífvörð? Já. Ok. Þetta taka þetta alvarlega í Svíþjóð. Já, ánægð með það. Komið til læknis. Já, brunað með mig þarna. Það hafi verið 5 morgun á sjúkrahús. Nú, það var svona alvarlegt. Ég byggðist afsökunar. Gera grína þessu. Það er nógu langt til liði til þess að sjóta gera grína þessu. Mætum við bara með Þannig að gera grína þessu strax. Já, og þar er ég fettur í einhverja skoðun og mætir þar læknir. Íslendingur sem var með mér í bekk í menntaskóla. Já. Gylfi, flottur. Þá var hann að vinna þarna sem einhvers konar yfirlæknir á þessum spítala. Á Karolínska eða hvað? Já, þetta var á Karolínska. Já. Og hvað knúsaður Gylfa og svona? Já. En spáði því. En ég sem sagt fekk einhver lyf, einhver rosa sýklalyf með þessu. Og sendur tilbaka og þegar svo komið á kvöldinu og kvöldverðinum þá bara komst fóturinn ekki í spariskóðun.
Heldur vandræðilegt með Barack Obama að hann nált sér og... Já. En ég var með strigaskó með mér og með því að reym alveg frá, taka tungun frá, þá var hægt að tróða fætunum í strigaskóin. Og það var spurningin, á mann að mæta á strigaskóm að hitta þessa forsetisráðherra og forseta Bandaríkjanna. Það geti þótt óviðeigandi. Þannig að það er það skárra að vera allavega í þeim spariskó sem ég get notað. Ég skil, þá sáðu þið eitthvað svona what's wrong with your foot? Já, og þá var það aðal umræðefni þannig fyrir kvöldverðin, svona icebreaker. Já, I went and saw my friend Gylfi, he was in school with me. Já, þetta var rosalegt maður. En hvað ár var þetta? 2016? Nei, 15? Ég ætla ekki að skrifa 15. Ætla ekki. Þú varst rosa ungur. 14 eða 15. Þegar þú verður forsætisráðherra, þá ertu bara 30 sem hérna á myndinni, ef einhver að horfa, þá mynda okkur þetta 4 saman, félagunum. Já, að því mér fannst þegar við tókum þessa mynd og þetta grín hana, þá fannst mér þú bara að vera gamall kall, En þú, þarna ertu bara, gamall og við erum í dag, Yngri en þið eru núna ekki mér síðan. Yngri. Þú veist ungur maður. Gamall kall, það var nú ekki gamall. Nei, manni fannst þetta bara að vera eitthvað Simmi, hann eitthvað forsætisráðherra og Bjarni Benir að það með honum eitthvað. Já, þessi kallar, algjöru kallar í jakkafötum eitthvað, handsam eitthvað við unnum kostningan þar eitthvað svona. Mér fullorðslegt. Ég man að ég var skítstressaður að hitta ykkur. Ég held að þið nefndið okkur ekki neitt, kannski nefndið okkur ekki neitt, en þið alltaf að segja hæ. Já, við höfum haft gaman á ykkur frá upphafi, held ég. Já, en ykkur hefur alltaf komið ágætlega saman. Jú. Allavega okkur tveimur. Já, við hefum lengra ferli. Já, við erum enn að vinna í því. Já, kemur. Og miðar áfram. En eftir þú fékkst verðlaunin frá okkur, þá varstu komin ekki, þetta er orðið betra, milli okkar. Jú, það er orðið mjög gott á milli okkar. Það er orðið betra á milli okkar en að vara á milli okkar í fyrstu. Já, við erum komin í það langt. Mikið gaman að heyra það. Já, en við þetta eru stórstígar framfæri. Þú er 50 í ár, þannig að við býðum spenntir eftir... Já, ég hef búin að lofa að bjóða ykkur. Já, og þetta er eiginlega orðið þannig að... Þetta voru þráhyggja hjá Fannari. Já, af því ef þú ferð ekki að bjóða okkur, þá höldum við ammæli fyrir þig, Já. Og það verður bara svona surprise, bara og er það hvati fyrir mig til að... Já, bara ekki halda það. Já, þau hugsa þannig í rauninni, En það er nú alveg svona að vera 50 ára, það er alveg svona smá... Já. Ég ætla ekki að segja afrek, en það er svona... Finnur þú fyrir því? Dúm. Sem með 50. Ég það er nú kannski hluta af ástæðanum fyrir því ég er ekki búin að halda upp á það. Já, frá því ég var 40 hef ég bara verið í afneitun með aldurinn. Mér fannst erfiðar að vera 30 heldur en 40. Okay. Því þegar ég var 40 þá var ég byrjaður í afneitunni. Já. Og hef svona reynt að viðhalda því. En svo fer maður að verða styrðari og byrja að þurfa að nota lesgleru. Já, það gerist. Þannig að það koma svona vísbendingar að eitthvað að verða að taka einhvað tillit til þessa. En svona andlega séð, líður þér ekki ennþá bara eins og 27 ára? Já, það er nefnilega trikkar mann pínu, Nefnitt. Já, en alltaf það fara einhvern af manni, alltaf maður verði alltaf bara með hausinn eins og maður sé 25. Ég myndi verið að velta því fyrir mér, töluvert. Maður er áttræður, er maður ennþá með svona tilfinningu, eða er maður farið að líða eins og maður sé eldir, ég veit það ekki. Það var allavega ekki gerst til mér ennþá að ég farið að upplifa með öðruvísi en gegnum tíðina. Og maður hefur oft heyrt fólk segja þetta í gegnum tíðina að því líði eins og það sé miklu yngra og tók kannski ekki alveg mark á því fyrir maður upplifa það sjálf. Einmitt. Já, ég get það algjörlega En þú ert náttúrulega ungur í anda líka bara, þú veist, þú gerir ennþá prakkarastyrk með Fannari og borðar hakkið, aldrei að hætta því. Halda þessu áfram. Ég held samt að borða hakkið er ekkert grín hjá Simma, Þú gerir þetta bara. Þetta er smá. Treður hakkið. Þið finnst það gott, skilur Já, mér finnst það gott, já. Tartar. En þetta snýst líka vitundarvakningu. Að aðalatir í þessu var að ef þú ætlar að borða hakkrátt eða kjöt, nautakjötrátt það verður að vera íslenskt og það verður að vera gæða kjöt þú verður að vita hvaðan það kemur Ég til dæmis borða aldrei hrátt kjöt í útlöndum og ég er mjög hrifinn af bœuf tartare Já, ég veit alltaf það Já, en jafnvel á til að fínum veitingastöðum í útlöndum þá sleppi því að borða hvað? Af því það er svo margt í erlenda kjötinu sem að mun nú streyma hingað
Við göngum í Evrópusambandið þess að verða engar hömlur á einflutningi á fesku á kjöti, sýklalyfja sprautið kjöti og oft með jafnvel einhverjum sníkjudýrum. En sko þess að á maður kannski rétt að taka það fram að maður á almennt að elda kjöt nema þetta sé alveg á hreinu að þetta sé hreint. En sko já, en mér langar líka að segja við hlustendur sko, við ætluðum ekkert mikið að tala ESB og svo umræður og kosningar, en svo ákváðum við að fá Þorgerði sem já-megin og þig sem nei-megin og þið eigið svona smáarinn að sannfæra okkur sko hvað við eigum að kjósa sko. Þegar við erum pínu viltir sjálfur sko. Þið eru mjög hávær nei-megin, svo jáið mjög hávært og maður bara eitthvað, ég ætla að skila auður sko. Ég skildi ekki. Ég hef alveg hlustað á podcast með þér þar sem þú hljómar með sannfærandi svo hef ég hlustað á einhver podcast með einhverjum sem segir já, þannig að ég er orðin bara pínu þetta er mikið upplýsingaflæði. Já, fólk er farið að kvarta mjög undan því, ég hef tekið því og orðið er rosa leitt á þessu þessari umræðu þessum deilum. Já, hvor er að segja rétt eða satt þegar maður segir eitthvað svona, ef við segjum nei þá gerir svo, nei það er ekki rétt, það er bara duggu svo spyrir maður hina, nei það er heldur ekki rétt. Það eru ómargir sérfræðingar. Hvað er þá rétt? Já, ég skal fara yfir þetta allt saman, en hafið bara í huga að ef þið eru orðin leiðir á þessu núna og þessum deilum, eiginlega bara illindum stundum í samfélaginu kringum þetta, að ef kjósið já, ef niðurstaðan verður já, þá var þetta bara byrjunin. Þá verða næstu ár svona, það verður allt undirlagt í pólitíkinni, opinberu umræðu og stjórnkerfinu öllu af átökum aðild að Evrópusambandið. Það er best að segja nei bara. Það er best að segja nei. Sko, ef þú segir já, er málið ekki frá. Ef þú segir nei, verður allt ok. Okkur er þetta fyrst núna. Þetta er fýtt frasi. Já, varst að fatta hann bara núna? Nei, ég skrifa einhvern tímann í X-fæslu. En hérna... Ég hef ekki látið við prenta hann á plaggat. Nei, þetta er fínt sko. En þú veltið fyrir þér hvor hefur rétt fyrir sér og við getum gert tilraun til að nálgast þetta á þann hátt að við komist eitthvað nær raunveruleikanum. Ef þið til dæmis byrja á því að segja mér hvað finnst ykkur mest sannfærandi í málflutningi þeirra sem vilja segja já? Það er eitthvað svona að skoða þetta og svo segir við bara nei seinna. Já, akkurat. Þetta held ég að sé tilfellið að þetta eins ótrúlegt og mér finnst að vera hafi virkað töluvert. Og fyrst fannst mér þetta að vera til marks alveg ótrúlegan hroka hjá meiri hlutanum semst í ríkisstjórninni og þeim sem ákvaða að nota þessa nálgun. Vegna þess að það gefur til kynna að fólki hafi mjög takmarkað álit á almenningi. Að það sé hægt að segja almenningi á Íslandi ólíkt sem að nokkuð staðar annars staðar hefur gerst að það að sækja aðild að Evrópusambandinu snúist eitthvað allt annað en að vilja komast inn í Evrópusambandið það snúist að leita tilboða sjá hvað er í boði sem er náttúrulega einhvað sem að hvergi annars staðar hefur yfir höfuð verið reynt enda liggur það skýrt fyrir af hálfu ESB og hefur gert ár og áratugi hvað felst í aðild og hvað felst í umsóknarferlinu. Nú þegar skólanir eru byrjaði þá er ekkert annað en stöðun að fara í ofar og fá ykkur Lenovo fartölu. Ekki fylgja hjörðinni. Fáðu fartölu sem eldir þig og þínar hugmyndir. Vá, Thule. Hann er alltaf léttur, Benni. Hann er alltaf léttur og þægilegur. Já. Þetta er Nóakropp með karmelukurli og sjávarsalti. Þetta, ég ætla að segja fyrir minn smekk. Mér finnst þetta Nóakropp, besta Nóakropp sem ég smakað lengi. Wow. Þetta er í bleikupókanum, þannig að finni þetta í búðum bleikir Nóakropps pókar. Og pakkinn sem að menn eru svo spenntir að kíkja í, hann var opnaður. Hann var opnaður árið 2010. Þá kom Evrópusambandið með pakkan, opnaðan og sturtaði úr honum á borðið og allt liggur þetta fyrir. En náðist að klára það almennilega? Eða var það svona 90% búið? Hvernig? Nei, sko, það var bara búið á þessum árum sem að fóru í þetta að ræða fyrst og fremst að þætti sem að heyrðu hvort það er undir EES-samningin en þegar mann komið erfið köflunum
þá gáðist þið bara upp, þá sildi þetta í rauninni í strand en hvað var í pakkanum? Sem var í pakkanum er náttúrulega sáttmálar Evrópusambandsins sem er ráða för, en í pakkanum var líka útlistan á því hvernig umsóknarferlið gangi fyrir sig og hvað verði samþykkt. Mjög skýrt. Þetta hefði að mínum að ég átt að vera grundvallar gagn í þessari umræðu og það hefur alltaf verið nefnt þegar maður Morgunblaðið sagði frá því á sínum tíma og þegar maður eins og kvarta núna yfir því það sé búin að vera svo mikil umræða þetta mér verið ekki þótt mikil, ekki alvöru umræða þegar að grundvallaratriðin hafi ekkert verið rætt þetta allt einhver umbúðamennska og einhverjir frasar, já til að sjá Heldur góðu frasi Já, en það verður eftir hvað þú telur gott, sko. Mér finnst það ekki. Vala. Jú. Vala. Stoppum með þess. Vala. Þetta Katrín. Nei, sorry. Dóttir mín að hringja. Já. Klippum þetta það sem ég segi, en er þetta ekki bara góðu frasi? Já til að sjá. Það fer eftir hvað áttu við með orðinu góður. Töff. Hann kannski virkar í blekkingarskyni. Að því leitinu til þá var hann góður fyrir málstað sem að þolir ekki umræðu minnihaldið en mér finnst hann ekki góður vegna þess að hann er til þess fallinn að draga úr umræðu bara skilja þetta eftir opið og segja hvað býðist sama fólk og neitar að ræða innihald málsins núna og allt það sem liggur fyrir þetta og allar þjóðir í Evrópu gera sér grein fyrir þá er látið hér eins og Evrópusambandið sem einhver mikil ráðgáta og fólk sem að jafnvel hefur helgað líf sitt og starf baráttunni fyrir aðild að Evrópusambandinu stofnað flokk að komast inn í Evrópusambandið lætur núna eins og það sé bara forvitið við veit ekkert hvað fylgist í aðild að Evrópusambandinu hvað getur það verið? Hvað ætli Evrópusambandið sé og hvað ætli það bjóðu okkur og er semst bara playing dumb til þess að reyna að plata aðra Þetta fólk veit hvað felst í aðild að Evrópusambandinu. Það veit alveg örugglega hvernig viðræður ganga fyrir sig. Og svo við komum aftur að innhaldi pakkans þegar Evrópusambandið lýsti því hvernig viðræður gangi fyrir sig og hvað segir boði. Mjög skýr texti sem segir sameiginlegur skilningur okkar að Ísland vilji ganga inn og að viðræðunum verði stjórnað af Evrópusambandinu hraði þeirra ráðist af því hversu hratt fulltrúar Íslands geti útskýrt hvenær og með hvaða hætti þeir ætla að taka upp allt regluverk Evrópusambandsins. Svo er útskýrt sérstaklega undanþágur séu ekki í boði. Þar hörum við alveg úr sögunni eftir stóru stækkunina þarna í byrjun aldarinnar. En að í einstaka tilvikum sé hægt að ræða sérlausnir en það er verið í eingöngu tímabundnar. Eins og með sjávarútveginn og eitthvað. Já, en það er það megin sko niðurstaðan ef maður bara lítur á stóru myndina að aðild að Evrópusambandinu felur það í sér og þetta er þó óumdeilt. Aðild að Evrópusambandinu felur það í sér að við gefum eftir æðsta vald á sviði löggjafarvalds, framkvæmdavalds, dómsvalds og utanríkisstefnu til Evrópusambandsins. Þar mun æðsta valdið á öllum þessum sviðum liggja ef við verðum aðilar að sambandinu. Og þá spyrir maður sig, hvað viltu sjá? Af hverju viltu fara í nokkur ár af áframhaldandi átökum hérna á Íslandi, tómum leiðindum og ef menn eru þreytti núna, ímyndið ykkur hvernig þetta verður eftir 3 ára á þessu. Akkur viltu fara í það með ærnum tilkostnaði leggja allt stjórnkerfið undir eins og það verður í þessu ferli öllu saman rækja önnur tækifæri á meðan getur okkar sjálfra til þess að ná hér niður vöxtum og verðbólgu setja þetta allt á bið ég vonum að geta eftir 10 ár kannski tekið upp evru og það hefur áhrif á vöxt og verðbólgu og ætlar að fara í allt þetta til þess að sjá einhvað sem þú rosalega forvitunum hvað er það? Hvað viltu sjá? Ég veit það ekki. Nei, menn hafa ekki svarað því. En fer alltaf hold? Er þetta ekki bara einhver samningamnefnd sem fer til Brussel og er eitthvað að skoða okkur á pappíra og græja og gera og við erum bara að halda áfram okkar lífið? Er það ekki þannig?
Nei, vegna þess að á meðan á ferlinu stendur þá er verið að ræða þætti sem að varða hinar ýmsu stofnanir og ráðuneyti og hvernig hlutinir ganga fyrir sig og það er strax byrjað að laga sig að því og það kemur inn á borð þingsins og það verður deilt hvert einasta atriði hvort að eigi að eftirláta Evrópusambandinu þetta og við munum að sjálfsögðu sem að viljum ekki afsala okkur fullveldina þessu marki við munum berjast gegn því að það verði gert þannig að það verður allt þetta á Íslandi næstu missir nú árin og þetta vissi Kristrún Frostadóttir fyrir kosningarnar þegar hún útlistaði það mjög skynsamlega að þetta væri ekki rétti tíminn til þess að steypa þjóðin í deilur ESB ef menn ætluðu að sækja þar þá þyrfti að vera mjög sterkur meirihluti fyrir því það þyrfti að vera meirihluti meðal atvinnurekenda og hjá verkalýðshreyfingunni og þinginu og meðal almennings ef þetta verður raunhaft að sækja með Evrópusambandinu ella væri vitleysa að steypa þjóðin í þessi átök það ætti að byrja á því sem væri hægt að gera strax eins og að ná niður vöxtum og verðbólgu og svo kom sleggjuauglýsingin berjum niður vexti og verðbólgu en í stað þess að gera það eða þegar það hefur mistekist hjá þeim af því að þau hafa náttúrulega bara tekið ákvarðanir sem eru til þess fallnar að ýta undir verðbólgu og vexti þá er stokkið í þetta og allt það sem Kristrún hafi varað við fyrir kosningar og aftur maður spyr til hvers, í fyrsta lagi hvað vilja menn sjá þeir geta ekkert svarað því, það er ekki eins og þetta fólk sem að þykist vera svona rosalega forvitið núna sé að bíða eftir einhverju tilteknu atriði í samningi sem verður á þykkt við símaskrá og svo bætist við allt regluverk Evrópusambandsins sem verður þá gildir þá hér en bara samningurinn sjálfur það er eins og símaskrá og ætla menn að fara að lesa þetta á lagamáli og leitað einhverju þar sem þeir voru svona rosalega forvitnir að þeir voru tilbúin að steypa samfélaginu í þetta og vannýta tækifærin af því þá langar svo að sjá einhvað en hvað vilja þeir sjá ætla þeir að lesa 300 blaðsíður á flóknu lagamáli til að leita þessu sem þeir ætlaðu að sjá það er svo flókið sem ég er bara og svo ennþá ruglaðari já, en það er það sem þetta fólk treystir á að það er populismin líðskrumið að ræða ekki staðreyndirnar af því það er svo flókið og fólk nenni ekki að hlusta á það heldur bara að höfða til tilfinningu og segja hvað, viltu ekki sjá hvað er í boði og enginn spyr næstu spurningar sjá hvað og það er reynda mikið talað sjávarútvegsmálin í þessu öllu og þá spyr ég á móti með þau og er alveg óhum tími farið í það einhverju hlutur vegna Gummi Brim með hann er vinnur okkar og einn af viðmönnum hjá hann er í stjórn þessari jáhreyfingar við skemmtum ásóttíðinni á Brimi fyrir það var mjög gaman sko. Já, ég trúi því en allavega þá er mikil orka farið í ræða sjávarútveginn Hvað segir Gummi? Ég veit það ekki hann mætti nú á landsfund Viðreisnar síðast hann er stemningsmaður en ég veit það ekki hvað hann segir en það er eins og alveg ljóst að þeir einu sem þeir sem myndu græða mest á aðalda Evrópusambandinu væri eigendur stóður útgerðirna sem getur þá selt að miklu herra verði en ella en áður við komum að því þetta með sjávarútveginn til það og menn vilji sjá einhvað þar hvaða undanþágur við fáum sem verða reyndar ekki undanþágur en það getur verið að menn reyna að búa til einhvað svona einhvað fiff eins og sérlausnir með að við fáum að stýra einhverju sjálfveðna fáum að reka hafru áfram til dæmis og veiðir ágjöf á íslenska svæðinu en af hverju að fara í allt þetta til að sjá hvort við fáum að halda eftir einhverju dálitlu af því sem við ráðum nú þegar sjálf og leið gefa eftir æðsta vald á öllum sviðum af hverju? Þetta er svona þetta er einhver ég veit ekki kannski einhver sálfræði brella í þessu en að telja fólki trú það að borgi sig að færi þetta allt bara til að svala einhverju forvitni
hvort að það verði einhverjar tímabundnar sérlausnir í sjávarútvegi hafa alla athygli á því og gleyma öllu hinu í leiðinni og kannski er það brellan en þá spyr ég bara af hverju viltu sjá hvort þú fáir að ráða einhverju dálitlega því sem þú ræði nú þegar? En er ekkert jákvætt við Evrópusambandið? Ef við bara myndum verið í því á morgun bara ding, vakna, við erum í Evrópusambandinu væri bara allt í klessu hérna, bara ráðum engu og bara vextur eða skilur Ég er ekki að halda því fram að verði hungursneið eða Nei, ég er bara slíkt ef Ég er bara svona veltaði við göngum í Evrópusambandið en hins vegar að því með svo verðum við að Nefnum svo merkilegt að þetta er þið sem vinnið í stjórnmál búin að mynda ykkur skoðun og kynna ykkur þetta en svona menn eins og ég og Benni og bara svona velnett fólk út á götu þetta er of mikið og stórt subject til þess að maður geti sett sig einhvern veginn inn í það þess að ég átt sagt, getur ekki bara prófa að vera inn í þessu í svona 5 ár svo bara ekki, hættum Eins og með sjávarútveginn, hvað breytir það fyrir mig persónulega? Hvort það sé í höndunum á Íslendingunum eða kemur það minni, eitthvað svona tekjur af honum inn til Íslands eða Þetta er allt góðar og gildar spurningar Já, það mun breyta heilmiklu fyrir ykkur af því að á endanum skiptir hagur þjóðarinnar fyrirtækjana hér verðmætasköpunin, útflutningurinn ykkur máli Þetta berst til ykkar á einhvern hátt þannig virkar hagkerfi að sérstaklega frjálstakkerfi þar sem að menn geta átt frjáls viðskipti að það skila sér á endanum í svo betri kjörum Íslendingar búa við að jafnaði mun betri kjör heldur en íbúar í Evrópusambandinu og það er vegna þess að fyrirtækin okkar hafa náð árangri við höfum náð árangri að vera með friðsælt heilstætt skipulagt samfélag, við höfum flytt út gríða mikið af vörum við eigum þessar náttúruauðlindir eða ráðum þeim og höfum nýtt þær mjög vel og einnig síðan ráðist í gríðalega nýsköpun og skapað ný verðmæti á nýjum sviðum og það hefur verið vænlegt til árangurs að reka fyrirtæki búa til verðmæti á Íslandi og það gagnast síðan samfélaginu öllu þannig að ef að segjum sem svo að það er því hér aflabrestur að því margir það er bara myndi ekkit veiðast við Ísland á næsta ári hverjir myndi finna fyrir því jú, sjávarútvegsfyrirtækin, þeir sem að starfa hjá þeim enga tekjur, engin laun en þið myndu líka finna fyrir því strax allir í samfélaginu myndu finna fyrir því að það kæmi hér hræðilegasta kreppa sem Ísland hefði gengið í gegnum að minnsta kosti sem í seinni tíð og það þið getur ekki haldið áfram að lifa eitthvað lífi eins og ekkert hefði skorist tekjur ríkisins myndu hrynja þá þyrfti að skera niður í velferðarkerfinu og allstaðar með öðrum orðum allt tengist þetta og sjávarútvegur eru þetta eins og menn þekkja mjög stórt hagsmunamál fyrir Ísland og átti sem stóra þátt í því að byggja hér upp þetta árangursríka samfélag. Ok, þá til að klára þetta með sjávarútveginn. Ef við segjum við fengjum þessa undanþágu, jafnvel bara undanþágu í þeim skilningi við megum áfram hafa hér eftirlit með okkar lögsögu og stýra því hversu mikið veit. Með öðrum orðum, Hafró fær að gefa út veiðiráðgjöf og við ákveðum hversu mikið veit. Það breytir samt ekki því að við værum með alltaf Evrópusambandinu að gefa frá okkur stjórn á sjávarútvegi. Því það er alveg á hreinu og það er ekki einu sinni umdeilt. Fulltrúar utanríkisráðuneytisins voru skýrir á því fyrir utanríkismálanefndinni. Það verður ekki einu sinni beðið einhverja takmarkanir hvað var það eignarhald. Sem þýðir það að erlend sjávarútvegsfyrirtæki gætu keypt hér upp íslensk fyrirtæki og kvótan með. Og þessi fyrirtæki stefnuðu þetta á hámarks hagkvæmni. Þau eru ekki að fara að vinna fiskinn hér þar sem að
við erum þetta mikið lengra frá markanum og laun fiskverkafólks eru þreföld þau sem það eru á Spáni eða í Póllandi. Nei, þeir munu flytja fiskin út, vinnan á ódýrari hátt og skila honum beint út á markaðin. Þeir munu sigla með hann til sinna heimalanda eða þeirra landa þar sem að vinnuaflið er ódýrast. Eða bara sigla hingað á stórum verksmiðjuskipum, mönnuðum erlendu vinnuafli og fullvinna fiskinn borð og sigla með hann beint til Rotterdam inn á markaðin. Sem að þýðir að það verði að skapla lítið hlutverk eftir hér. Jú, við myndum kannski verja nokkur störf hjá Hafró í einhver tíma og útgerðarmennir, eigendur stærstu útgerðarinnar, sérstaklega, gætu stór aukið eignir sínar með því að geta selt ekki bara hérna á íslenska markaðnum, heldur úr landi þar sem að sjávarútvegsfyrirtæki alla Evrópu er að keppast að komast í hinn eftirsóttu Íslands mið og sá býður hæst sem treystir sér til þess að spara mest og auka hagkvæmnina sem mest í veiðunum. Með öðrum orðum, þeir bjóða hæst sem að taka allt úr landi. Já, finnst þetta sannfærandi, Benni? Mér finnst Sigmundur alltaf sannfærandi. Já, hann er helviti sannfærandi. Og þú veist svo mikið þetta? Ertu alltaf að lesa eitthvað ESB og eitthvað? Það er því að mér þykir svo vænt Ísland og fullveldi þess og vil ekki sjá það klúðrast. Það má ekki klúðrast á okkar vakt eftir allar þessar kynslóðir. En hvaðan kemur þetta passion hjá þér? Fullveldispassjónið? Já, bara þú fullur af ástriði fyrir þessu og hefur verið lengi. Já, ég elska Ísland og íslensku þjóðina. Já. Við líka. Og jásinnar pottit líka og neysinnar líka og allir sem elska þjóðina sína. En ég elska það að hún sé fullvalda og frjáls til að ná þeim árangri sem hún hefur náð og ég vil að næstu kynslóðir fá að vera það líka. Frjálsara því að byggja ofan á árangur liðina alda og taka ákvarðanir út frá því sem að hendar þeim. Ekki út frá því sem að hendar embættismönnum hjá Evrópusambandinu eða einhverjum öðrum þjóðum. Að Ísland verði aldrei öðrum þjóðum háð. En það er alltaf að tala um þessa verðbólgu og það þarf að berja hana niður með sleggjunni og þessu og hinu og svo gerist það aldrei. Þannig þarf þá ekki bara einhvern svona eins og ESB bara til þess að koma og bara lemja hana niður með bara einhverju risasleggju. Já, vera svona eins og pabbi eða mamma bara, svona á að gera það. Já, er ekki of lítil þjóð og of meðvirk og of einhvern veginn svona onni hvort öðru og það breytist aldrei maður heyrir þetta viðhorf aldrei núna og þá myndi ég spyrja elskar það fólk raunverulega þjóðina ef það lítur svona á hana að hún sé í rauninni ekkert alveg færum að stjórna sig sjálf. Þetta er viðhorf sem hefur ekki heyrst á Íslandi frá því fyrir 1918 en dukkar upp núna aftur. Erum við ekki alltaf lítil? Getum við þetta nokkuð? 100.000 manns eða innan við það í heimi þar sem að voru bara fáein sjálfstæði ríki þessi hópur hér í einu fátækasta landi í Evrópu á þeim tíma og rétt búin að ná að lifa af síðustu 600 aldirnar tóra voru samt algjörlega sannfærðir það að Ísland ætti að vera sjálfstætt ríki og okkur myndi vegna betur ef við réðum okkar málum sjálf en værum ekki háð því að njóta leiðsagnar eða matarsendinga eða hvað eina frá öðrum löndum. Heimkaup.is eða út á vöruna eina sendar heimtíðin, þetta er langbesta heimsendingaþjónusta á Íslandi eða þið getið farið í mjóttina og sótt vöruna þangað. Mér finnst það svolítið þægilegt að geta farið þangað ef ég vil. Já, heimkaup, í alveg bara prófið þetta heimkaup.is. Og ef þið ætla að finna lagsta verðið á bensíni þá farið á Atlansolíu. Þið verðið að gera það og getið fengið enn lægra verð ef þið farið á eitthvað sparistöð sem þið skráið í appinu. Þegar ég fór í Bónus í gær. Hvað er gaman að versla? Það er gaman að versla í Bónus, Benni. Það er æðislegt að versla í Bónus og ég ætla sérstaklega að hrósa Bónus fyrir græmmetisúrvalið, gott græmmeti. Sonur minn braut líka daginn krukku inn í Bónus, bara tók hann og braut hana og þau voru mjög fljóta að stökkva til og hjálpa mér og tala í strákinu og það er allt í góðu. Já, gerist það bestu bæjum. Já, Bónus er það bestu. Ef við fengjum að ráða okkar málum sjálf að eiga frjálsviðskipti við aðrar þjóðir á okkar forsendum þá myndi okkur vegna betur. Og vitið þið hvað það tókst? Það tókst og ekkert land hefur náð eins miklum og röðum
árangri að byggja sig upp eins og Ísland sem fór á undraskömmum tíma úr því að vera líklega fátækasta land í Evrópu í að vera líklega það ríkasta. Og það gerði við á grundvelli sjálfstæðis og því við gátum tekið þær ákvarðanir sem hentuðu okkur út frá aðstæðum okkar. Og þessum má ekki stefna í voða og þótt að gerist ekki og þó tjónið gerist ekki 1, 2 og 3 þá kemur það einhver síður í veg fyrir að við nýtum tækifæri sem við hefðum nýtt ella. Það kemur í veg fyrir möguleika okkar á að bregðast við aðstæðum sem komu upp og það munu koma alls konar aðstæður sem þarf að bregðast við með okkar hætti. Og kannski eina af ástæðunum fyrir því að mér gremst svo að fara í þetta núna er að ég nýbúin að upplifa það sjálfur. Hversu miklu máli fullveldisrétturinn skipti okkur. Hann skipti okkur öllu máli þegar kom til deilna eins og út af Icesave og hann var ómissandi, hann var aðalatriðið, þetta hefði ekki verið hægt án hans þegar við gerðum upp hrunið og tókumst á við slitabúin sem að skapaði ég ætla að sé ekki komið í svona 2000 milljarða núna á verðlagi dagsins sneri við stöð Íslands efnaðslega hraðar og meira en nokkurt annað ríki gefur upplifað í seinni tíð og ég hef sagt þetta nokkrum sinnum og ég hvet mér alltaf til þess að benda mér á að þeir þekkja annað dæmi eins hraðan viðsnúning og við náðum þarna þá má gjarnan láta mig vita en þessum árangri náðum við náðum að knésetja þessa óheyrilega öflugu aðila sem að voru með ríkisstjórnir og Evrópusambandið með sér í liði og hvernig gerðum við það? Við gerðum það í kraft í fullveldisréttarins þannig að þegar voru sendir á mig einhverjir sendiherrar frá hérum á þessum löndum til að útskýra fyrir mér sem forsætisráðherra að Evrópureglur væru nú svona og svona og við gætum ekki gert þetta eins og við ætluðum okkur við þyrftum bara að taka lán og borga menn út og skilja komandi kynslóðir þá eftir með það þá hlustaði maður og útskýrði síðan í lokin sjáðu til þessar reglur sem þú vilt að við fylgjum þær koma mér ekki við við erum sjálfstæð þjóð og við getum ákveðið að setja lög Sagði þetta við einhvern? Já, þess að senda þeirra Þetta er svo sena úr teikinu I will find you og við getum haft þau lög eins og við viljum þannig að þau hendi okkar aðstæðum og því getið ekkert gert í því Þetta er sena í bíómynd sko, Því að við erum með löggjafarvaldið Ég er á gæsaldari Ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þá værum við ekki með þesta löggjafarvaldið lengur þá vorum við búin að þegar að taka upp allt regluverk Evrópusambandsins sem er sniðið að öðrum þjóðum martaði og aðstæðum þeirra og við gætum ekki sett okkar eigin lög til þess að bregðast við þeim aðstæðum sem við erum lent í Þetta eru helviti góð rök Þú varst í einhverjum þætti á Rúfum daginn þegar helviti heitt í hamsi fólk var eitthvað svona, sem er alltaf reiður eitthvað svona sem er að grípa fram í ég sá þetta ekki þannig, ég get ekki vitnað í þetta sjálfur persónulega en fólk var að tala um að vera svolítið reiður kannski er litið pirrar ég hef mikla ástríðu í þessu máli sko, ég fíla þessu ástríðu sko. og það er ekki ástæðlausu það er meðal eins og ég var útskýra fyrir ykkur maður hefur séð þetta sjálfur og maður hefur líka farið áður í gegnum allan þennan vitleysisgang með Evrópu umsókn því að þegar sótt varum á sínum tíma þá var þetta trikk reynd líka með að kikja í pakkan og ég veit ekki hvað ég sat á mörgum fundum með fulltrúum Evrópusambandsins að meðan á viðræðanum stóð því eins og ég nefndi við ykkur hérna áðan allt kerfið verður undirlagt af þessu og ég var þingmaður ég var í stjórnarandsstöðu ég var þingmaður í þingnefndum og þær eru að funda með einhverjum Evrópumönnum og fara til Brussel að hitta á þar og svona og í hvert skipti sem einhver oft var það nú til dæmis formaður utanríkismálanefndar sem var Vinstri grænn eða einhverjir aðrir fór að útskýra fyrir þessum viðsemjendum okkar hvað það að kalla það sko Ísland væri ekki að sækjum endilega til að ganga í ESB heldur væri við að sjá hvað væri í boði þá kom fyrst svona undrunar svipur á menn eins og þeir hefðu miskilið hvað eitthvað farið úrskeiðis í þýðingunni og
svo komi hérna Nexlan reiði og svo róðu menn sig og reyndu að útskýra býtu og svona gengur þetta ekki fyrir sig Okay. menn sækja ekki aðild að Evrópusambandinu til að sjá hvað þeim býðst Akkurat. þeir sækjum að því þeir vilja ganginn og ætla að skuldbinda sig til að laga sig að Evrópusambandinu að fullu leyti. Já. Held sóstinn maður. Já, hvernig var þú tímalínan í þessu? Við förum ykkur aldrei Össur tekur í spana okkur gæja síðan takið þið við Keflinu, þú og Bjarni hann á Laugarvatni, hvað gerist þá? Er þá ekki eitthvað, hei, við þurfum að kjósa þetta ef við ætlum að halda áfram? Það tók aldrei langan tíma en við vorum uppteknir í öðru þannig að það skipti kannski ekki öllu máli af því að þetta var dautt eða þetta var frosið það var ekkert að gerast og það má ekki glemma því að það var voru fulltrúar ríkisstjórnarinnar sem sóttu sem að hættu viðræðunum að því að menn bara komist ekki lengra og það var ljóst að menn voru ekki fá þessar undanþágur sem að verðu vonast eftir. Var það alveg upp á borðinu á þeim tíma? Man var ekkert var við þetta? Nei, þetta er svona fjaraði út og var látið gerast í kringum áramótin þarna 2012-13 og þá voru menn kannski meira með hugan við annað, þá var ISF-dómurinn að koma og það voru að koma kosningar og svona þannig að þetta var bara látið feita út og Evrópusambandið sá að það er ekki lengra komist af því að kaflarnir ekki opnaðir nema menn að segja, já, ég ætla að samþykja allt í kaflánum, sko viðræðurnar snúast bara að menn umsóknir ekki útskýri hvernig það ætlar að standa sig í að taka upp allt regluverkið og breyta stofnunum, það var nú eitt sem Evrópusambandið setti út á sínum tíma að það var allt og lítið bákn á Íslandi að þurfti að stækka það mjög verulega til þess að Ísland geti gengið í ESB til þess að íslenska stjórnkerfið sé í færum til þess að taka við öllu sem að kemur frá Evrópusambandinu og innlega það og framkvæma þannig að Evrópusambandið gerir kröfu miklu stærra bákn ef þið hafið áhyggjur af stækkun báknsins þá ættu það að sjá hvað gerist þegar ef við gengjumst undir stærsta bákn í heimi en þetta er svona, ferrar út þarna og svo samt er ekki gott að hafa þetta einhvern veginn í lausu lofti þannig að niðurstaðan var svo bara þetta er kortið er dautt en við skulum samt fá það bara hreint kveðið búin það gagvart Brussel gagvart Evrópusambandinu þannig við getum svona tekið upp þráðinn í samskiptum og samstarfi við Evrópu á nýjum forsendum bara og sendum við þetta bref til Evrópusambandsins 12. mars 2015 Þú og Bjarni utanríkisráðherra sendi bréfið rétt eins og utanríkisráðherra hafði sendt Gunnar Bragi Já, það er nú eitt sem gleymist oft samskipti við Evrópusambandið eða mótaðilinn, gagnaðili Evrópusambandsins í umsóknum aðildarviðræðum er framkvæmdavaldið þegar að Alþingi ákvað þannig á sínum tíma samþykti þingsályktun umsókn reyndar með hótunum og ofbeldi og gráti á göngunum það sem að búið að vera að tuska þingmenn Vinstri grænna rækilega til og einhverjir þeir komu svo ég samþykki umsóknina en ég er samt á móti og svona, þeir náðu að berja í gegn meirihluta fyrir þessari þingsályktun það er ekki þingsályktunin sem er send út hún er bara áskorun hvatning til ríkisstjórnarinnar þannig að ríkisstjórnin forsætisráðherra og utanríkisráðherra sendu umsóknina við hérna Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir fyrir Íslands hönd sækjum að Ísland fá að verða aðilaði að Evrópusambandinu bara 2-3 línur Já, maður hefur séð þetta plagg Össur er búin að skafa af sér allt skekkið þið eru séð það nýlega ekki alveg nýlega, nei Þið eru mætt honum í gamla Vesturbærum daginn og ég Er hann búin að grænast líka eða? Nei, er ekki búin að vera alltaf spengilegur í langan tíma Alltaf Já, hann er glóðan grænin En hann er ekki Össur lengur þegar hann er ekki með skegg Össur er nefnilega varaði mig við
þegar ég var að byrja á þinginu Já, hvað sagði hann? það passaði á mötunetinu Passaði ég sé marga spengilega drengi koma hér inn og verða spekfeitir á skömmum tíma Ég ætla að fá að verja mötuneytið hérna ykkar, sko, þegar við höfum borðað þar mjög fínt mötuneytið, ég held sér ekki mötuneytinu að kenna, ég held að sé allir þessi kaffifundir og kleinurnar og vínabröðin það er miklu hættulega, sko og ég ætla ekki að kenna mötuneytinu að ég sé orðin þetta feitur alls ekki, ég er mjög þakklátur þessu mötuneytu og frábært starfsfólk þar og góður matur og mjög fínt en ég held að sé mikið til þessu sem hún nefnir að þetta er ekki síður allt þetta Mauli við daginn Já, það er verst, sko ég dreg tilbaka, ég hafði aldrei að segja sögu össurar en allavega En má ég spyrja einu hérna eða kemur nú já upp á krafsinu Ert þú til í að vera í sendinefndinni til að passa bara hag Íslands og ég myndi treysta þér til að vera í sendinefnd til dæmis Já, takk Það er nokkra neyjara í þetta Já sko þá einmitt aftur komum við að þessu eins og þetta séu samningavirar eins og við séum að fara að kaupa bíl eða fyrirtæki eða eitthvað en Nei, ef að Þorgerður Katrín myndi velja þig, skilur þig og Guðna fyrrverandi forseta einhver svona sem hafa nefndir í þessu samhengi ég myndi mæta voru klár Já, ég myndi mæta í það en ég, hvort þið er þið nú eitthvað í þessu ef menn álpuðust til þess að senda aftur umsókn því að þannig var það síðast það er eins og ég nefndi við ykkur, allt undirlagt af þessu en spyrjum okkur þessari praktísku spurningar hvernig á það að ganga fyrir sig þetta er það sem Bjarni Benediktsson kallaði á sínum tíma pólitískan ómöguleika sem var það þegar farið var fram á að ríkisstjórnin okkar héldi áfram viðræðum með Evrópusambandið hann benti á það er bara pólitískur ómöguleiki að ríkisstjórn sem að vill ekki gangi Evrópusambandið sé í viðræðum með Evrópusambandið að fá að komast þar inn það er bara algjörlega óraunhæft og þess vegna spyr ég líka oft þegar verður að skella fram hérna spurningunni ætlið þið stjórnarandstaðan að virða niðurstöðuna ef niðurstaðan verði já alltaf verður að spyrja þessu og ég spyr á móti að því auðvitað vil maður virða niðurstöðu hvernig ger ég það? Hvernig virði ég niðurstöðuna? Því að þú ert búin að segja Þorgerður og þið öll að þetta snúist bara það að sjá hvað er í boði er ég þá að virða niðurstöðuna ef ég fer eða bara sendi bréf til Brussel og spyr herðu, ætlið ekki að fara að sína spilin hvað fleira bjóðið þið og þeir svara, hvað ert eiginlega að meina er þið ekki að sækja með allt okkur er þið þá búin að virða niðurstöðuna þetta er tilkomið vegna þess hversu fáránlegt uppleggið er og eins sko, með það að treysta sér ekki til þess að segja hverju þú ætla að ná fram bara einhver svona almennt það er því að víta hvernig þetta gengur fyrir en þú mátt ekki vera eitthvað fúll eða kemur já og vera bara í fílu eitthvað lengi, þú voru að halda áfram berjast og þess vegna vil ég því í sendinefndina ef þetta verður jáskiluru ég treysti þér það er ekkert að gefast upp sko. það er alveg að hrein maður gefst ekki upp á fullveldinu en er ekkert að því að sko ég spurði Þorgerður líka svona, er ekkert neikvætt við Evrópusambandið, ég man í hverjum svaraði eins og sér þú ekkert svona jákvætt bara svona eitt punkt sem er bara þetta er helvíti sniðugt út af því að ég hef oft nefnt það er eitt jákvætt það er þegar þeir samstiltu síma hleðslusnúrundar því áður það var nú meira vandamál hérna áður fyrir þegar það var ennþá fleiri tegundir í gangi þó kannski orðna margar áttur núna það var með mismunandi aðferð við að hlaða og tengja síman og svo fór Evrópusambandið í það að samstilla hjá öllum nema Apple en nú er Apple komið þetta USB-C svo er það komið líka núna og var framfara skref það er enda rétt, en þú sér ekkert annað svona sem að tengist því fyrir þjóðuna ef myndu gangi í Evrópusambandið gaman í Evrópu, gaman að fara til Þýskaland alþjóðasamstarf, stemningsstuð Brussel, skilurðu?
fara á leik til eitthvað Portugal? Já, alþjóðasamstarf. Við erum í alþjóðasamstarfi. Já, bara aðeins meira alþjóðasamstarf. Nei, það geti nefnilega minkað. Hvað er við með því? Jú, vegna þess að nú erum við frjáls til þess að gera okkar samninga við lönd út allan heim. Stólunum okkar myndi í rauninni fækka, ef svo má segja. Því að við erum með fleiri fríverslunarsamninga við lönd heldur flest löndunur. Við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland og fjöldan allar af ríkjum. Við erum í alls konar alþjóða samstarfi í varnarmálum, í þróunarmálum, Sameinuðu þjóðunum, Hafréttarstofnun, bara nefndu það á ótal sviðum erum við í góðu samstarfi við þjóðir heims. Allt frá hernaðarmálum eða varnarmálum að menningarmálum. Og þetta gerum við allt í krafti sjálfstæðrar utanríkisstefnu og þess að ráða okkar málum sjálf. Með allt Evrópusambandinu, eins og ég gat áðan, þá ræður Evrópusambandið utanríkisstefnu Íslands og okkur ber að taka sömu afstöðu og ESB í alþjóðastofnunum. Væri einhver möguleiki? Og með sömu þetta sæti, það verður bara einhver ESB maður í sætunum okkar. Ég ætla að koma með eina spurningu. Eða svona vangaveltu. Væri einhver möguleiki ef Ísland myndi ganga inn í Evrópusambandið og segjum bara eftir 10 ára eitthvað að það eru stofnaður einhver svona evrópskur her, gæti á Evrópusambandið sett bara herskildu á alla í Evrópusambandinu og bara börnin okkar, Benni, þau eru bara með herskildu á sér bara 12 ára, ekki 12 ára þegar verða 18. Það er svo langsótt pæling. Já, ég er bara, það er alltaf að tala um eitthvað varnarmálin. Þetta hefur verið umdeilt nokkur ára skeið og ég er bara að segja eitthvað gáfulegt hérna, sko. Er bara svo vanir því á Íslandi að búa hérna fjarri heimsins vígaslóð að við gerum ekkert ráð fyrir að þetta getur orðið okkar veruleiki. En það er aftur búin að aukast mjög verulega umræðan í Evrópusambandinu sameiginlegan her og sumir eindrið þeirra skoðunar og það sé eina lausnin fyrir Evrópusambandið, aðrir auðvitað efins en segjum aðstæður þróist með þessum hætti, já þá getur það gerst. Þá eru reglurnar, lögin sem Evrópusambandið setur, æðri í þeim íslensku en við getum ekki sagt hér heima sett okkar lög að nei, íslenskir krakkar eru undanteknir herskildu af því evrópsku löggjöfin er aðri. Hún ræður bara. Já. Okay. Og þetta náttúrulega getur komið upp á ótal sviðum það sem eitthvað sem við erum ekkert að spá í núna og kemur síðan upp og þá getum við ekki gert okkar ráðstafanir heldur er það ráðstafanir Evrópusambandsins sem gilda. Og svo erum við náttúrulega svo miklu betur sett heldur en flesta ESB-löndin að við erum nettó greiðendur inn í sambandið, þeir fyrstu sem að hefði orðið aðalega Evrópusambandin og þessari öld sem að var ekki að taka við styrkjum heldur að greiða inn í þetta. Er barnaafmæli á næstunni, fáið ykkur töfra ísinn frá Lalla töframanni. Hann er svo skemmtilegur og ég held að vekja athygli og gleði í afmælinu. Ég er mikill Benni Nintendo-kall og mér finnst líka gaman að baka, þetta veistu. Og þú færð bæði Nintendo-tölfur og allt fyrir baksturinn í Ormsson. Og ekki bara það, heldur líka bara frábær heimilistæki, bestu kaffivélunar. Það er allt alls í Ormsson. Farið í Ormsson og kaupiði allt í Ormsson. Og eflaust gæti hugsa sér að fá eitt slíkan. Enda var nú haft eftir einhverjum embættismönnum þar í Politico að það væri kjörið að Ísland kæmi inn með Svartfjallalandi þannig að Ísland geti borgað fyrir Svartfjallaland. En sko, það var eitt sem vinur minn sagði daginn eitthvað svona, ef við fyrir með Evrópusambandið þá bara koma þeir hingað og þeir laga vegina þannig að hringvegur verður bara þrefaldur og eitthvað svona. Ég hugsa eitthvað. Það komaði innviðina alveg á fullu, bara ég veit það ekki. Jarðgöng út allt. Og... Það er bara vegakerfi verður bara snild og það verður ekkert lengur einhver einbreiði vegi. Hún ekki Snædís frá eða einhver hann alltaf sagði þetta eitthvað. Það var að tala um að Snærós. Fengjum ekki bara göng til Vestmannaey og svona. Þetta er náttúrulega bara eins og einhver grín. Sko, Evrópusambandið vissulega styrt innviðaframkvæmdir í fátæku Austur-Evrópuríkjunum. Sérstaklega á fyrstu árunum þegar þessi lönd voru náttúrulega bara mjög fátæk og innviðinir allir í rúst eftir
eftir kommunista tíman þá styrti Evrópusambandið það og gerir enn nema við fengjum að borga og við myndum borga okkar eigin vegi, það þýr ekkert fyrir okkur að fara til Evrópusambandsins og segja, heyrðu, okkur vantar hérna veg, við þurfum að tvöfalda hringvegin þá segir ESB, viltu sjáðu hérna möppurnar fyrir aftan mig þetta eru verkefnin sem að bíða í Austur-Evrópu þið eru ríkasta land í ESB, þið borgið ykkar vegi sjálf en við getum þetta að hækka aðeins einhver gjaldið því að þið sjáu hvað er mikið eftir þarna hinum megin og það er nú málið, við vitum ekkert hver kostnaðurinn verður á endanum, við vitum bara að við erum nettó greiðendur og menn hafa reiknað það með að við núverandi stöðu séð þetta séð aðildargjaldið 52 milljarðar einhvers nýtt og einhvað af því kom tilbaka í styrkjum frá Evrópusambandinu en það verða til Íslands ekki framkvæmda styrkir, ekki vegir það myndi renna í einhvað svona sem að væri Evrópusambandinu að skapi það er nefnilega mjög ósmeygt við það að kaupa sér áhrif taka peningana sem frá íslenskum skattgreiðendum og nota þá síðan til þess að hafa áhrif á samfélagið á Íslandi örugglega einhver svona fjölmenningaverkefni og allt mögulegt þannig en málið er það að við vitum ekki hver kostnaðurinn verður eftir 5 ár því nú er Evrópusambandið að tala að það sé óhjákvæmilegt að afla meiri tekna og það sé líka óhjákvæmilegt að hafa sameiginlega skuldir það er beinlega komin upp í áformum það núna sameiginlega skuldir Evrópuríkja skilst þér alltaf að byrja á 800 milljarða evra skuldabrifi wow. Sem að aðildarríkin eigi öll að bera ábyrgð á saman Okay. því að af hverju vilja þessar sameiginlegu skuldir jú það er að því að ríkin eru mörg í vanda og miklu meiri vanda en við efnaðslega og það þarf að styðja en það er mörg hver erfitt með að fá lánsfé þannig að ef við bara setjum þetta allt í saman pókið og Þýskaland ber ábyrgð líka og Ísland þá erum við líklegri til að fá lánið það er að segja að þá kaupa menn frekar skuldabrifin og þetta er hugmyndi núna 800 milljarða evra sameiginlegar skuldir en þetta er ekki bara spurningum að fjármagna hlutina vegna þess að sameiginlegar skuldir því að líka réttlætingu fyrir sameiginlegum fjárlögum Evrópusambandið hefur lengi verið í nöp við það að ríkin hvert að setja sín eigin fjárlög af því þeim þykir þau oft ganga þvert áhrifin gangi þvert á það sem hinir er að gera þannig að það vil hlutast til það hvernig fjárlög ríkjana líti út og leggja línurnar með það og leggja línurnar með skattlagningu Evrópusambandið sækist núna eftir því að fá beint skattlagningarvald og ef við verðum komin hann inn og orðnið þáttakendur í þessu kosta tilbúði að fá að bera ábyrgð á skuldum Grikklands og Portugal og allavega þessara þá erum við væntanlega líka í framhaldinu skattlögð af hálfu Evrópusambandsins og þá þýðir ekkert að hringja í útvarpið og segja hvað þingmennirnir séu nú ómögulegir þeir munu bara vísa á Brussel sko. Já, en skilur þú samt svona ekki þjóðina þú veist, þá sem að segja það er náttúrulega 50% sem ætla líklega að segja já þetta er fólk vantilega sem eru þreytt á þessum vöxtum og þessari verðbólgu og bara sér eitthvað svona eitthvað ljós í myrkrinu sko. Já, ég glemdi að svara þessum spurningum frá okkur áðan það er nefnilega vel hægt og vel þekkt hvernig eigi að ná tökum á vöxtum og verðbólgu og aftur, ég veit það af því ég hef gert það þegar við tókum við þá einsettum við okkur frá byrjun að reka ríkissjóð með afgangi og auðvitað var freistandi
að gera eins og aðrir og hafa bara smá halla og geta eitt eins meira verið hans vinsælli en við vissum það að við þyrftum sem ný ríkisstjórn með alveg nýjar nálgun að senda út mjög skýr skilaboðum að það búið að taka stjórnina það búið að taka stjórn á þessu þetta verður allt í lagi ríkið ekki að fara að prenta peninga og eyða þeim efni fram þannig að þið núti þurfið ekki að hækka verð á vörun ykkar verðmæti krónunar mun haldast og það gekk þetta skapaði trúverðuleika og síðan þegar við tókum þarna stóra slægin og allt þetta fjármagn var allt í nú komið í hendur ríkisins þá hefði líka verið freistandi að eyða því öllu kaupa sér vinsaldir fyrir næstu kosningar en nei, þá notum við það miklu leyti í að greiða niður skuldir og ná enn betur tökum á ríkisfjármálunum auk þess sem að það í raun styrti allan efnahaginn sem þýddi þá hvað meiri verðmætasköpun meiri skattekjur og allir glaðir en það sem við höfum hort upp með þessa ríkisstjórn er að hún hefur bara ekki gert það sem hún sagðist alltaf að gera hún hefur aukið ríkisútgjöldin mjög verulega þrátt fyrir að síðasta ríkisstjórn hafi verið búin að auka þau aftur og slá öll með í því þá kemur núna önnur ríkisstjórn og hún eykur þau ennþá meira hún hækkar líka hinn ýmsu gjöld leggur línunar sérstaklega í byrjun ás gagvart öllu við atvinnulífinu með gjaldahækkanir leiðir hækkaninnar, það var annað sem við ákvaðum að hverfa frá og leið þá eru skattar hækkaðir og dregið úr verðmætasköpun sem að ella væri þannig að vextir og verðbólga eru hvort ekki þetta eru mælikvarðar á hagkerfið þetta tekur mið af því hvernig hagkerfinu er stjórnað það er ekki hægt að gera ráð fyrir lágum vöxtum en stjórna hagkerfinu enga síður með óábyrgum hætti rekka ríkið með halla að prenta peninga því þá verða peningarnir minna virði þannig að þetta að draga upp á mynd að þetta sé einhvern veginn vonlaust fyrir okkur, það er það ekki það hefur verið sýnt fram á að það er með skynsamri stjórn hægt að ná tökum á vöxtum og verðbólgu og leið er hægt að skapa hérna enn meiri verðmæti og auka lífsgæði en það meira það þarf bara að taka ákvörðun í samræmi við það Þetta nú bara símtal til Kristrúnar fannar, bara hvað er málið, okkur er ekki að gera hlutina? Já, ég hringi hann núna. Frændinar? Já, alveg rétt. Ég hringi hann núna. Já, ég held að Kristrúnur langi, eða ég ímynda mér það, að hann langi að fara að einbeita sér að þessu verkefni sem að getur náttúrulega ekki gert ef það verður já. Ef það verður já, þá er Þorgerður Katrín í raun orðin æðsteráðandi á Íslandi. Því að utanríkisráðuneytið heldur utan þetta ferli og allar stofnanirnar og allir ráðuneytin eru undir í þessu ferli. Þannig að hún mun call the shots eins og sagt er. Þess vegna held ég ennþá að innst inni að minnstakosti vilji Kristrún að svarið verði nei. Svona innst inni í hjartanu. Já. Að því hún örgulega getur sé þetta fyrir sér, hvernig þetta verður ella. Já, Inga Sæland vil nú ekki svara því hvort hann ætla að segja neða já. Man bara ekkert séð hana í öllu þessu Nei, það er allt mjög förðulegt. Flokkurinn er á móti þessu, en hún er með þjóðaratkvæðagreiðslu og vill ekki segja hvort hún þarf að kjósa í á henni. Hún bent að það væru leynilegar atkvæðagreiðslur á Íslandi. Jú, það er rétt, en sko það virkar ekki þannig fyrir stjórnmálamenn eiga að segja sammála því hverju þeir eru hlindur og hverju þeir eru á móti en já, ég held að fólk ætti að segja nei til að frelsa Kristrún þannig að hún muni daginn eftir 30. ágúst verða laus úr viðjum þessara leiðinda hún sagði í hólaræðinu sinni ef að svaraði nei, þá leggjum við þetta ESB allt til liðar og hún getur þá byrjað að bara einu vexti hvað farið að snúa sér að því mér finnst þetta, mér finnst sem bara nokkuð samfænd mér finnst það líka, manstu eftir þessu nammi
Já, það svona sem freyðir Já, það er svona springur einhvern veginn svona upp í manni. Já, má ekki bjóða það smá Já. Það er gaman að heyra að springa upp í þér sko Háðu það smá Svo þetta er mæki nálægt og Þetta er ís frá þetta Lalla er, Töfra þetta er nostalgía sko Já. Heyrðu, þú voru að opna munnin Já. Ég ætla að hafa mig líka Já, þetta er rosalegt maður. Skemmtilegt Bönni mín voru smakt í fyrsta skipta á æfinni og þau voru hrifin Svona nammi var rosa vinsælt alltaf þegar við vorum litlir Simmi, var Já, þetta ekki líka eitthvað kringum þig og Æ, sorry hóstinn sko Það er ekki gott að fá þetta í hálsin þegar þetta er í flæði sko Einmitt. En hvað ert að gera svona þegar þú ert ekki að velta fyrir þér eitthvað svona þessu og pólitík og Hann er bara í skjölunum framtíðinni sko. Hann er bara í Ertu skjölunum bara heim? Nei, hann er ekkert heima þessu bara í skjölunum Lítur hann að vera að horfa á eitthvað eða eitthvað svona Já. Lefa hugunum að reyka og fara í bíó eða eitthvað Simmi Já. það ekki? Já, stundum ég farin að horfa Golf? aftur á Nei þessu sjónvarp. Ég var eiginlega alveg hættur því. Já, En mér finnst gott núna á kvöldin þannig til að hugsa um eitthvað annað fyrir háttinn en pólitík horfa á einhverja af þessum efnisveitum. Er ekki svona sett eitthvað þáttur sem þú mæli með fyrir hlustendur? hvað er Simmi að horfa á? Já, Fáta það er á Netflix. Fáta Það eru ísraelskir Já. þættir. Mjög góð þættir Já, þekktir fyrir það að þeir eru bæði vinsælir í Palestínu, eða Palestínumönnum og hjá Ísraelunum. En tekst einhvern veginn svona að búa til Akkurat Var þetta ekki sýnt á RÚV eða er ég að rugla? Ég er alltaf að sá ég held ekki, en ég er búin að býða lengi eftir nýjustu seríun af því og ná að koma á þessu ári. Ég öfundaði að þú ert ekki með 100 tómur sjónvarp eða eitthvað Það er helvíti stórt Já, ég er með, já, svona það er hátt í það. Já, Ég nýbúin að kaupa Æðislegt stórt sjónvarp. Þú ert svona smá bíóböffari eða svona þeir skaman að starfa og þeir skaman að þessu hinu Já, Back to the Future, Back to the Future Indiana Jones. Já. En ertu Spiderman-strákur? Njá, ekkert sérstaklega, jú, ágætlega. Ég er ekki Spiderman-strákur Nei, ég horfði á þannig fyrstu myndirnar, fyrstu nútíma útgáfunar. Tobey Maguire Já, Ekki Andrew Garfield Nei. en svo hef ég náttúrulega fylgst með, það er stöðut að vera einhvern veginn að rýbúta þetta. Já. En já, ég hef gaman að gleppa á njósnamyndum og ég er gaman að gömlu myndum. Sjónvarp var betra í gamla daga en Já. svona, betri í svona gamla daga. hefðbundið sjónvarp, en svo er reyndar frambóði orðið svo mikið með öllum þessum efnisveitum að það er alltaf hægt að finna eitthvað gott. Það tekur bara tíma að finna það Já, það tekur bara tíma að finna það einmitt, það er rétt. En Ég mæl alltaf með þáttur sem heita Your Friends and Neighbors með John Hamm. Þetta er svona easy watch. já, Tjekka það, það er einhverstar sem mann ég var að horfa á Night Watchman. Það er svona hvað njósna á spennu. Við ættum að vera með bara einu sinni í mánuði Hvað er Simmi að horfa? En Og þá segir Simmi okkur en- hvað hann er að horfa Tölvuleiki, ertu að spila eitthvað tölvuleiki þessa dagana? Nei, Nei. það er mjög langt síðan ég spila tölvuleiki. Ég man að það var mjög skemmtilegt, Já. en það er svo gríðarlega tíminn bara hverfur, sko. Já, Ég veit að það var svo gott sko. En ertu ekkert svona að skrolla eitthvað í símanum eitthvað svona TikTok eða eitthvað svona? Svona í Jó, maður er döðutímanum? að fylgjast einhvað Já. með þar. það er mikið já og nei Já, Alveg á fullu sko, ég er að fókið þessu já, þetta segja margir, en að þið voru bara að vona að verði nei, þannig að þetta sé ekki rétt upphafið. Já, já Svo er klófn hérna, þeir eru allir komin inn Jú. hérna á Já, símanum. já, rétt. Ég þarf að fara að lýsir- sækja badið mitt en hann var að byrja í skóla Já, til hamingjum. Já, takk fyrir það Og ég svona Mér finnst ég þurfa að fara svona fyrir að sækja hann að þetta er fyrsti dagurinn Já, ég kom líka svo sent að ég held að ég verði að fara að sleppa ykkur. Já, Bíllinn fór ekki í gang. nei, við vonum að hann lægist eða sé En er hann, komin í komstu gott í strætó eða hvað? Nei, þetta er eiginlega of löng og leiðinleg saga til að segja frá mín hlaðvarpi, en Já, já En takk fyrir að koma með þína hlið á þessu máli og Geggjaður. ég held að margir kannski ákveði sig eftir að hlusta á þetta viðtal sem ég elska þig, ég veit að Benni gera líka Takk fyrir og við sjáumst
innan skams Innan tíðar. Tíðar. Og ég elska ykkur báða. Takk.